Góðan dag. Velkomin á þessa ráðstefnu aukna nýtingu félagsheimila og menningarhúsa á Vesturlandi. Í sannleika sagt stóð til að halda ráðstefnuna með hefðbundnum hætti en vegna þeirra aðstæðna sem eru uppi vegna heimsfaraldrar COVID-19 sendum við hér út á vefvélum samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi. Upptakan verður svo aðgengileg eftir að viðburðinum lýkur á sömu miðlum. Í sóknaráætlun Vesturlands árið 2020 til 2024 kemur skýrt fram ríkur vilji til eflingar félagsheimila og menningarhúsa á Vesturlandi. Þar segir að við viljum bæta nýtingu félagsheimila og menningarhúsa í þágu fjölbreyttar menningar í landshlutann. Í ár það svo eitt af áhersluverkefnum sóknaráætlunarinnar að ráðast í þetta verkefni og þessi ráðstefna mikilvægur liður í því. Í breyttum þjóðfélagsaðstæðum og breyttum tímum hefur notkun þessara menningarhúsa dregið saman og blásum við hér vörn í sókn og ætlum að skoða og sjá hvað hægt að gera við þessi merkilegu mannvirki. Ég ætla að byrja á því að fara yfir dagskrána hérna þessari ráðstefnu menningarhús og félagsheimila Vesturlandi. Ég heiti Sigursteinn Sigurðsson og menningarfulltrúi Vesturlands hjá SSVAF og opna hér með viðburðinn með umfjöllun félagsheimila og menningarhús á Vesturlandi. Verið staðan í dag. En þá kemur umfjöllun frá félagsheimilinu Breiðabliki í Miklaholtshreppi en það Eggert Kjartansson sem verður þar með innslag. En það félagsheimili hefur gengið gegnum endurnýju lífdaga sem gestastofa Snæfellsness. Þá kemur umfjöllun Brúarás sem viðpunktur Saga Geopark en Marta Eiríksdóttir fjallar Brúarás í Hálsasveit og hvernig starfsemi þar hefur blómstrað undanfarin ár. Þá kemur Þórgnýr Dýrfjörð forstjóri Akureyrarstofu sem fjallar rekstur menningarhússins Hofs á Akureyri og einmitt hversu mikilvægt það að hafa öfluga menningarstarfsemi utan höfuðborgarsvæðisins. Við reiknum með því að klukkan 10:11 verður málstofa þar sem að Eggert Kjartansson frá Oddviti og Miklaholtshreppi, Marta Eiríksdóttir frá Brúarási og Þórgnýr Dýrfjörð forstjóri Akureyrarstofu verða gestir og ég bendi á að hægt að senda inn spurningar í gegnum Facebook, kommentakerfi þar, þannig hvet alla til fylgjast vel með þar. En félagsheimili, hvað með það? Ef við sláum þessu inn í íslenska nútímamálsorðabók kemur sú skilgreining að félagsheimili séu bækistöð fyrir félagsstarfsemi og samkomuhús. En félagsheimili eru skilgreind í lögum, það eru lög númer 107 frá 1970 og þar stendur að með félagsheimilum í lögum þessum átt við samkomuhús sem ungmennafélög, verkalýðsfélög, íþróttafélög, lestrarfélög, bindindisfélög, skátafélög, kvenfélög, búnaðarfélög og hvers konar önnur menningafélög standa almenningi opin án tillits til stjórnmálaskoðana, eiga og nota til fundarhalda eða annarra félagsstarfsemi enn fremur samkomuhús sveitarfélaga. Sama gildir sjómannastofur sem sömu aðilar eiga og reka, sjálfstætt eða í tengslu við aðra starfsemi. Þannig að þessi skilgreining ansi hnitmið og víð. Félagsheimili eru mörgum samfélögum afar mikilvæg og þau eru oft notuð sem fjöldahjálparmiðstöðvar vegna slysa eða náttúruvár. Þá eru þau líka notuð sem kjörstaðir, íbúafundir og svona mætti lengi telja. En í fyrsta skipti sem orðið félagsheimili notaði prentara útgáfu frá árinu 1906 samkvæmt tímarit.is. Það á 7. ársþingi Þjóðrækningsfélags Íslendinga en þá lögð til breytingartillaga á dagskrá sem hljómar að leggja nú þegar grundvöll að veglegu félagsheimili í Winnipeg borg sem miðstöð fyrir íslenskt félagslíf, gesti, íþróttir, lestrasal, bókasafn og bóksölu íslenskra bóka og blaða. Telja afgangi þeim af Ingólfssjóði sem nú í vörslu félagsstjórnar tils einskis betur varið en að byrja með honum sjóð fyrir slíka söfnun. Þannig að það eru háflegar hugmyndir sem voru þarna í byrjun 20. aldarinnar og það sama má segja hérna á Íslandi. Uppbygging félagsheimila rímar afskaplega vel við ungmennafélagsandann og félagsheimilin fór að spretta upp eins og gorkúlur út allt land og þau voru eins og þeir hefur komið fram af öllum stærðum og gerðum en oftast nær voru þetta algjörlega glæsileg hús og sínum samfélögum mikið til sóma. Hérna sjáum við Breiðablik. Þessi mynd tekin upp á 1950 en þá var húsið byggt en það stækkað til 1972 og þá í þeirri mynd sem við þekkjum það í dag. Og þau voru sínum samfélögum stolt og prýði og oftar en ekki þá voru það kvenfélögin eða búnaðarfélögin, ungmennafélögin sem stóðu að byggingu þessara félagsheimila og ég verð nú bara að segja það að það algjör stórvirk afrek þá sem nú að hafa náð að byggja upp félagsheimili.
En hérna sjáum við mynd frá 24. júní 1967 en þá er verið að vígja félagsheimili Dalabúð í Búðardal og þarna sjáum við að fólk hefur lagt hart að sér til þess að ná þeim árangri að byggja upp félagsheimilið. En menningarhús eru þau eitthvað annað en félagsheimili. Ef við spyrjum íslensku nútímamals orðabókin aftur þá kemur niðurstöðan töluvert óvart en þá kemur bara upp, þá spyr bókin hvort að viðkomandi var að meina hegningarhús og ég veit nú ekki hvort að margir líta á menningarhúsin sem hegningarhús en menningarhús er náttúrulega mun yngra hugtak en félagsheimili en það birtist fyrst árið 1932 í prenti samkvæmt Tímarit.is og að sama skapi þá voru þau afar fjölbreytt og mismunandi húsnæði, svona eins og félagsheimilin. En það er athyglisvert að sjá hvert félagsheimili er að þróast í dag. Menningarhúsin eru að blómstra upp í gömlum iðnaðarhúsnæðum sem hafa verið haflögð út all land og þetta er til dæmis Sláturhúsið á Egilsstöðum, Frystihúsið á Hjalteyri og Marshallhúsið í Reykjavík og mörg fleiri sem hafa einhvern veginn gjörsamlega skipt hlutverk en eru stórkostleg uppspretta menningar og eru virkilega sínum samfélögum og umhverfi til sóma. En á þessari ráðstefnu þá settum við niður þessa skilgreiningu af menningarhúsi. Menningarhús þar sem að einskiptisviðburðir, það eru hátíðir, tónleikar og listsýningar fara fram, auk möguleika á útleigu til einkaviðburða af einhverju tagi. Menningarhús önnur en þau sem eru með fasta daglega starfsemi eins og söfn, sýningarstaði og svo framvegis. Þannig að við erum að horfa á menningarhúsin í skilningunum, þeim skilning að þetta séu félagsstarfsemi og félagsheimilin. En við hérna á Vesturlandi við eigum okkar menningarhús, til dæmis má nefna Hjalmakletti í Borgarnesi sem hýsir Menntaskóla Borgarfjarðar og er opinbert menningarhús sveitarfélagsins. Það hús er byggt árið 2008, hannað af Kurt og Pí arkitektum. Annað dæmi er Bíóhöllin á Akranesi sem er sérstaklega byggt sem kvikmyndahús og hefur þjónað því hlutverki allar götur síðan. En þar hefur líka farið fram mjög fjölbreytt starfsemi á sviði menningar og viðburða. Þar fara fram tónleikar, leiksýningar og svona mætti lengi telja. Og bæði þessi hús á Akranesi og Borgarnesi eru virkilega glæsilegur arkitektur, það verður bara að segjast. En á Vesturlandi eru 23 félagsheimili og 3 menningarhús. Og þá er verið að tala um það að þetta séu hús í opinberri eigu, hús í eigu félagasamtaka eða sameign margra aðila. Og hérna sjáum við að þau eru dreifð allt landið, eða allan landshlutann afsakið. Og þau eru eins fjölbreytt og eins og þau eru mörg og aðstaða og aðbúnaður eru mjög mismunandi stað frá stað. Þannig að það eru miklu möguleika þar á. Það er oft á tíðum það eldhús og eldurnaðaðstaða en sumum tilfellum jafnvel sundlaugar við félagsheimili sem er einmitt í anda þess mikla ungmennafélagsanda sem var ríkjandi. Nýtingin á þeim er mjög mismunandi en það eru dæmi það að hús séu notuð bara einu sinni ári að meðaltali á meðan önnur eru næstu því í daglegri notkun. En það er slæmt að hús séu ekki mikið notuð, rekstrarkostnaður er þá hár miðað við litla nýtingu og svo er það hin hliðin að það er hægt að láta því fara hreinlega í niðurníðslu sem er eitthvað sem er ekki gott. En áður við höldum áfram þá verð ég líka að nefna það að á Vesturlandi eru rekin fjölmörg einkarekin menningarhús og það eru framúrskarandi einkarekin menningarhús og það er til dæmis dæmi Nýp, Frystikleifinn í Rifi, Listasýla á Hellisandi, Litli Kambur og svona mætti lengi telja. En kollegi minn, menningarfulltrúi á landinu, sagði þessa fleygu setningu þegar var verið að ræða félagsheimilin, hvað á að gera við afa? Þetta er þá beinu tilvitnun úr Fossbræðrum. En það er aldrei rétt, hvað á að gera við afa? Við viljum náttúrulega að húsin standi áfram og okkur þykir flestum mjög vænt þau og viljum ekki sjá þau kroppast niður. Og þá spyr maður, hvað er til ráða? Ég persónulega hef alltaf haldið fram að þar sem eru 4 veggir og þak, það eru möguleikar og skapandi hugsun sé lykillinn. Það er mikilvægt að fari fram skoðun á aðstæðum og hvað umhverfi húsana hafa upp á að bjóða. Er einhver tækifæri þar fólkin? Og það munum við sjá hérna í ráðstefnunni sem kemur hérna eftir. Breiðablik á Snæfellsnesi, Brúarás Saga Geopark í Hálsasveit og Hof með Menningarfélag Akureyrar. Þetta eru allt dæmi verkefni sem hafa gengið mjög vel og eru svona ákveðna fyrirmyndir í því sem við viljum sjá gerast.
En að lokum þá langar mig til að biðja alla sem eru að hlýða að fara hérna í smá leik. Ég bið allum að hugsa félagsheimili eða menningarhús sem eru í nágrenninu sem mætti kannski nýta þess meira. Og hafið það í huga þegar ég fer yfir þessa punkta sem hér koma. Og þá það undir staðarenginu. Það eru samfélagslega þarfir en félagsheimili eru mikilvæg og hversu mikilvæg eru þau í samfélaginu sem ræðir. Og þá það húsnæði, hvað býður upp á? Eldunaraðstaða, tjaldsali fyrir utan, svið sem býður upp á leiksýningar, sundlaug og svo framvegis. Hvernig náttúrufarið í nágrenninu? Eitthvað merkilegt? Til dæmis hver eða merkilegt fallegt fjall, eldfjöll eða eitthvað svoleiðis? Og sama segja sögu og menningu. Það nú Vesturland nú þekkt fyrir mjög ríka og merkilega sögu. Eitthvað slíkt í gangi í kringum félagsheimilið? Og hvernig samfélagið samsett? Og þá með tilliti til átthagafræðslu. Og hvert mögulegt samstarf á svæðinu? Og þá hugsum við blómstrandi menningu, en flokkar menningar eru ansi margir og þetta ekki tæmandi listi. Og meira sér undir tónlistinni eru þá fjölmargir undirflokkar þar undir, það getur verið rock, jazz, hip-hop eða hvað sem Myndlistin með möguleika á residensíum eða hvernig sem það farið, leiklist og skáldskapur í kringum leikverk, danslist, ritlist og skáldskapur, þjóðmenning, ljósmyndalist, hönnun og arkitektur, sagnarfur og meira segja íþróttastarf og menntastarf. Ef við skoðum líka atvinnu og nýsköpun, þá þar margir flokkar sem geta blómstrað í félagsheimilunum í takt við blómstrandi menningu. Það matargerð og matarhandverk, ferðaþjónusta sem hefur verið mikill í sókn undanfarin ár, þó svo að núna gangi ekki nógu vel út af COVID-19. Störf án staðsetningar hefur þó komið í ljós að raunverulegur kostur hvar sem þú býrð, hvort sem að það í borg eða bæ eða sveit, og þar leiðandi nýsköpun og tækniþróun í tengslu við fjórðu iðnbyltinguna. Þannig má leiða líkur að því að vísindastarf getur verið raunhæfur kostur víðar heldur en bara í þéttbýlinu. En ef við höldum áfram í þessum litla einfalda leik okkar, þá má kannski tvinna saman þessa þætti sem hér nefndir og búa til einhver góðan suðupott menningar og nýsköpunar í félagsheimilinu. Ef við skoðum til dæmis átthagafræðslu og sagnarf, þá það eitthvað sem getur verið efnisviður fyrir skapandi ferðaþjónustu. Og aftur getum við tvinna saman ritlist og skáldskap og tvinna það saman við sögu og menningu í nágrenni við félagsheimilið og þar getur líka blómstrað leiklist þannig að félagsheimilið getur þá verið þekkt sem leikhús í sveit. Þannig að möguleikarnir endalausir og eins og ég sagði þá í rauninni sköpunarkrafturinn það sem getur verið hérna lausnin að þessu öllu saman. En við skulum halda áfram og tökum núna örlitla pásu og þá tekur hann Eggert Kjartansson, oddviti Eyja- og Miklaholtshrepps með innslag Breiðablik og hvernig það hefur blómstrað sem gestastofa Snæfellsness. Eggert, Breiðablik, þetta nú ekki alveg nýtt hús. Hvenær var það byggt og undir hvað? Þetta var í raun og veru tekið í notkun, eldri hlutinu var tekið í notkun 1950 og þarna tók við á húsi sem var byggt sem aðsetur í samfélaginu á húsi sem var byggt 1913 á Fáskrúðarbakka sem var fyrsta steinhúsið í raun og veru í hreppnum og þessi bygging sem var tekið í notkun 1950 tók við af því og þetta var notað bara sem fyrir alls konar samkomur fyrir íbúana og víðar þetta var mikið hús á sín tíma og síðan var byggt við hérna 1972 þessi hluti hér og þetta var mikið líf öllum þessum árum það voru ungmennafélag með leiksýningar hérna hverjum vetri og það voru miklar samkomur hérna á héraðsvísu. Þetta var alltaf því þótt svona mjög vandað hús og mikið hús af þessum félagsheimilinu basís. Svo breytist svona eins og gerist og gengur, það var eitthvað að fara að minnka starfsemin sem slík, eða ekki? Jú, það í raun og veru þetta smátt og smátt að minnka bæði koma hús út allt, bæði kaupstólum út allt og síðan í raun og veru síðan fóru sveitaböllin að detta út og svo myndi guttanum í sumarið
og þá orðin í sjálfu sér mjög lítið starfsemi í húsinu og þetta í sjálfu sér bara fyrir íbúana að vera með sína félagsstarfsemi og síðan svona uppákomar á sumrin eins og ættamót og annað tvílit. Önnur notkun var ekkert mjög mikil nú seinni árin sko. En hvað kemur svo til að hér verður nú algjör umbylting og það nú ekki hægt að segja hana að hér sé mikið líf og mikið fjör hérna starfsemin í þessu húsi núna? Það var raun og veru þannig eins og fórum yfir áðan, þá var gríðarleg starfsemi í þessu húsi alveg lengi framan af sko. Síðan var í raun og veru orðin bara mjög lítið notkun á húsinu og þegar rakastjóri Svæðisgarðsins Ragnhildur Sigurðardóttir kom að máli við okkur 2015 að búa til gestastofu hér í húsinu, að þá fór af stað heilmikil vinna til þess að þróa það og markmið okkar í Hreppsnefnd og hér í samfélaginu það að sýna þessari húsi svolítið miklu, sýna þá virðingu sem það á skilið og raun og líka sýna því brautryðjandi starfi sem það fólk sem byggði þetta upp, sýna þeirri vinnu líka virðingu með að búa til lífi í húsinu. Og verkefni undanfarin ár hefur snúist það. Og það virðist eins og það hefur tekist núna að taka í notkun svæði sem voru bara drastkompur og voru ekkert nýtt, að skapa líf í öllu húsinu og það það sem skiptir máli fyrir samfélagi eins og í okkur. Og við að fá hérna nýjan starfsemi inn, hérna erum við að taka, hérna Svæðisgarður Snæfellsness að taka móti gestum sem koma á Snæfellsness. Það fer eitthvað kringum 90% af umferðin fer hérna framhjá inn á Snæfellsness og Svæðisgarðurinn með gestamóttöku þar sem á að sýna fólki að það er velkomið á Snæfellsness. Þar erum við að reyna að stýra, þar Svæðisgarðurinn að stýra sko umferðinni á þá staði sem tilbúnir til að minnka óþol þeirra sem í sjálfu sér vilji ekki fá ferðamanninn. Síðan það nú fræða ferðamennum alltaf frábæra sem í boði hérna Snæfellsnessi og síðan í sjálfu sér að reyna að tryggja öryggi fólks eins og kostur Þetta verið að nýta þetta hús, stóra hluta húsin í núna, en jafnframt pössuðum við upp á það eru svæði í húsinu sem að íbúar geta nota til sinna starfa. Og það skiptir okkur miklu máli. Þetta félagsamlíðin á svæðinu og fólk getur raun og veru haft sína stað sem ennþá. Þó að það sé pínlítið breytt form á því, að við reyndum að passa upp á það. Og það finnst mér að hafa tekist mjög vel til, en það var lögð mikil vinna í akkúrat að gera það. Og við höfum líka hugsað mjög mikið það að breyta ekki bara til að breyta, heldur við að halda raun og líka því gamla. Eins og til dæmis ljósin í salnum. Við látum lofti halda sér, en við setjum LED-lýsingar tókum flúrlampana niður og setjum LED inni, fólk sér ekki breytinguna. Þannig að færa þetta svolítið yfir í nútímann. Og þannig erum við að hugsa allt þetta verkefni, að gera þetta skáparnir hérna, starfsfólki hérna. Þetta eru skápar sem voru teknir niður annar staðar og setti hér og byggt svona ofan á þá. Þannig við erum að endurnýta hluti. Maður sér að panillin ennþá á salnum sem manni þykir svolítið vænt um, þessi panillhlæddu félagsheimili sem eru víða land. Já. Við viljum þetta bara slípa það og lakka og svona og hann að halda þessu gamla skilja. Sem dæmi að þá breyttu til þess að allir séu hérna upplifið sér sem mikið velkomna á Snæfellsnesi. Að þá breyttu við raun og veru salernunum þannig að það eru opin allan sólarhringinn. Við munum að vísu taka svolítið gjald fyrir að hleypa inn á þau en þetta skiptir svo miklu máli fyrir alla sem eru að koma á nesið að komast á salerni og það hefur svolítið vantað inn á sunnan nesinu. Og bara þannig, við tókum allt í gegnum salernunum og til þess að hafa þetta snyrtilegt og fallegt og þetta skiptir máli. Komið sæl. Í þessum stutta inngangi þá ætla ég að deila með ykkur forsögu þess að við tókum félagsheimili Brúarás á leigu og höfum staðið fyrir rekstri hér í þessu gullfallega húsi og svona reynsluna okkar af þessum rekstri ásamt svona nokkuð lykilatriðum sem þarf að hafa í huga þegar verið að fara í vegferð sem þessa. Nú við sem að þessum verkefni stöndum erum alfarið búsett á svæðinu eða að öllu leyti eða í hluta
og höfum öll sterkar taugar til svæðisins. Og ég held að það sé lykilatriði, það sé einhverjir svona drifkraftar sem að brenna fyrir húsinu og svæðinu. Og það auðveldar alla uppbyggingu frekar. En forsagan af þessu ævintýri svo að Kjartan Ragnarsson og hún Sigríður Margrét í Landnámssetrinu í Borgarnesi að þau voru að leita að ákjósanlegri staðsetningu fyrir jarðböð. Og eins og kunnugt þá mikill jarðhiti í Stórási og Helgi Eiríksson á Kolstöðum, hann var fljótur að beina sjónum að Brúarási. Og því að húsið sjálft og staðsetning þess myndi bjóða upp á fjölbreytta notkunarmöguleika fyrir margvíslega starfsemi, svo sem böð eða aðra ferðatengda starfsemi, og húsið var á þeim tíma í mikilli niðurníðslu og þurfti að fá andlitslyftingu, en virkilega fallega staðsett. Það var þá úr að við fórum að kanna möguleikann á því að leigja húsið til langs tíma og ráðast í endurbætur með það að markmiði að reka veitingasölu, verslun og upplýsingamiðstöð og samkomuhús og aðra ferðatengda þjónustu. Það í meirihluta eigu Borgarbyggðar og kvenfélaganna sitt hvoru megin við ána, annars vegar Hvítársíðu og hins vegar Hálsasveitar, og síðan lítill hluti í eigu Búnaðarfélags Þverárþings. Það eru líka töluvert kvaðir á húsinu, þannig að það lá svona kannski beinast við að við tækjum það yfir og gerðum eitthvað áhugavert með það. Reksturinn, eins og ég sagði, húsið var í niðurníðslu og reksturinn var íþyngjandi fyrir sveitarfélögin, bæði sveitarfélögin og kvenfélögin og eins og ég sagði, hann tímabært að ráðast í viðhald. Brúarás 46 ára gamalt félagsheimili og byggt sem slíkt, og hér hafa verið í gegnum tíðina haldnir viðburðir fyrir sveitungana mestmegnis, náttúrulega böll, og það var mikið sveitaböll hér í gamla daga, og hér voru haldnar fermingarveislur og erfi með hangikjöti og hvítri sósu og tilheyrandi og öllu slíku, og var ágætis nýting af húsinu, náttúrulega söngæfingar og hreppsnefndarfundir og töluvert starfsemi í raun og veru eftir að húsið byggt. Síðan í tímans rás breytist þetta og það má segja að áður en að við tökum við húsinu eru viðburðir sem haldnir í húsinu innan við 10 ári. Og eðlilega, náttúrulega, húsið komið í töluverða niðurníðslu, ekki regluleg mannvist hér eða regluleg notkun, og þar af leiðandi hnignar því tiltölulega fljótt, og það var miklar endurbætur sem við þurftum að gera, og má eiginlega segja það að við höfum líka fært húsið til samræmis við það sem það var upphaflega teiknað til þess að vera. Við gerðum lagbætingar hér á þakinu, settum gras á þakið eins og það var upphaflega teiknað. Nú erum við með orginal litin utan á því eins og var settur í upphafi, og arkitektinn sem að hannaði það, Ólafur Sigurðsson og Guðmundur Guðmundsson, þeir voru okkur til ráðgjafar varðandi breytingar á húsinu og það að bara í raun og veru að klára byggingarsögu þess. Og það það sem okkur tókst, og nú erum við sem sagt að reyna að glæða húsið meira lífi og vonum það að það takist með aðstoð allra sveitunga og Íslendinga og erlendra gesta, og þetta verði sem sagt sannkallað félagsheimili þar sem að innlendur og erlendur og sveitungar og brottfluttir geta átt hér góðar stundur, og vonandi mörg hjónabönd orðið til eins og var alltaf í gamla daga á öllum sveitaböllunum. En grundvallaratriði hjá okkur, útgangspunktur, var að húsið yrði áfram nýtt sem félagsheimili og samkomuhús og menningarmiðstöð, auk þess að bæta við annarri ferðatengdri þjónustu, veitingarekstri eða öðrum rekstri. Þannig að þetta fannst okkur bráðsnjall hugmynd,
Og eins mikið og okkur fannst þetta bráðsnjöll hugmynd að reyna að búa til fyrirkomulag þar sem allir höfðu ávinning af verkefninu. Það fannst okkur mikilvægt og í stað þess að eigendirnir bæru kostnað af húsinu, að þá vildum við búa til eitthvað módel þannig að það væri ávinningur fyrir alla aðila. Því miður þá voru ekkert allir sama sinnis og þó svo að það hafi verið margfaldur meirihluti. Sumir höfðu efasemdir í upphafi þessarar vegferðar þetta fyrirkomulag og samnýtingu hússins og sáu það ekki beint ganga upp fyrir sig og héldu að það væri verið að svipta sig félagsheimilinu. En sem betur fer hafa menn eftir það sem að húsið komið í notkun og menn sjá hvernig þetta samnýtist alveg fullkomlega, að þá hafa flestir skiptum skoðun. Samningur leigu á húsinu var svo undirritaður 15. maí 2015 og við opnuðum svo formlega við hátíðlega athöfn 17. júní 2016. Buðum í stórt kaffisamsæti og það var ánægjulegur dagur og þangað komu yfir 200 manns að fagna þessum tímamótum með okkur. Nú aðeins varðandi endurnýjun á húsinu, að þá var það æriverkefni. Við lögðum strax áherslu á að vinna út frá sérstöðu hússins og þeim fallega arkitektúr sem að forverar okkar, sem að við stöndum í ævarandi þakkarskuld fyrir, fjárfestu í á sínum tíma, en það byrjaði að reisa þetta hús kringum 1972 og við vildum undirstrika arkitektúrin í húsinu, enda kom það í ljós þegar við fórum að rífa hér ýmsar viðbyggingar eða viðbætur, að þá opnaðist þessi heimur sem samspil arkitektúrsins og gluggasetningarna í húsinu og þá sér maður hvernig staðsetningin spilar lykil hlutverki í hönnun hússins. Og kannski gaman að segja frá því líka að bændurnir á sínum tíma, þegar var verið að reisa þetta sem tók náttúrulega nokkuð tíma, að þá gekk þetta undir nafninu Horngrýtið og það segir manni svolítið það að þeir sjálfboðaliðar og bændur og fleiri hafi verið orðnir svolítið leiðir á byggingu hússins en hefðu frekar vilja byggja eitt kassalaga hús, hefðu verið fljótur að því. En fyrir vikið, að því að menn fjárfestu í arkitektúrnum á sínum tíma og voru framsýnir, að þá stöndum við hér með þennan gullmola sem þetta hús á þessum fallega stað. Og við legðum sem sagt höfuð áherslu á það að láta það njóta sín sem best en færa það í nútímalegt horf. Og hér við breyttum til dæmis gluggasetningu með það að augnamiði að sjá allan fjallarhringinn sem hér sem Strúturinn, Eiríksjökull, Langjökull og Hallmundarhraunið. Nú í dag rekum við hér veitingasölu og tónlista- og viðburðastað og margir hafa orðið að þetta sé falinn demantur, náttúrulega með stórkostlegri útsýni og góðum mat og bakkelsi og á sanngjarnu verði. Og við leggjum áherslu á að gera matinn sem mest frá grunni og kappkostum að nota hráefnin úr héraðinu eins og kjöt og grænmeti eins mikið og völ á. Við erum með matsalunum íslenska rétti eins og kjötsúpu sem nú einna vinsælust hjá okkur, kjötbollur og svo íslenskan platta sem með úrvali af íslensku hráefnum, hangikjöti, flatköku, heimaböku, rúgbrauði, reiknan lax og harfisk og hákarl sem þú getur síðan náttúrulega skólað niður með einu góðu brennivínsstaupi. Nú vinsælasta matsalunum okkar kjötsúpa og hamborgarar og hvoru tveggja notum við hráefni frá Stórási sem sagt næsta bæ og þar er bæði nautgriparækt og sauðfjárrækt, þannig að við nýtum kjötið þar. Í kökuhlaðborðinu þá erum við með gómsætar kökur og sætabrauð sem náttúrulega þrautreint í kvenfélögum til margra ára og rennur alltaf jafn ljúft niður. Önnur skemmtileg starfsemi hér tónleikahald og hér hafa stigið á svið listamenn eins og Jónas Sigurðsson og ritvélar framtíðarinnar, Stebbi og Eyvi, Eyþór Ingi, Góss og svo höfum við líka staðið fyrir kótilettukvöldu með Bjartmari Guðlaugs
Hann slær alltaf í gegn með íslensku kótilettunum böðum í smjörlíki. Og við höfum líka verið með barnaskemmtanir og hingað hafa komið listamenn úr héraðinu, svo sem Rakel Pálsdóttir, söngkona og píanóleikarinn Birgir Þórðarson hefur komið hér nokkrum sinnum fram. Og þetta eitthvað sem okkur langar að gera meira af, að vera með meiri uppákomur úr héraðinu. Nú svo höfum við líka verið með jólahlaðborð og tónaflóð úr héraði eins og ég sagði. Við heyrum ekki annað heldur en að sveitungar og tónlistamenn og aðrir sem hingað komið séu ánægðir. Og það meira þess að sumir sem að koma hérna hverju einastu tónleika og í vaxandi mæli kemur fólk frá höfuðborgarsvæðinu, gagngert á tónleika. Þannig að það bara gaman að geta verið með það bland af heimafólki og aðkomufólki og náttúrulega líka fullt af sumarbústöðum hér í kring og þá blandast þetta svona skemmtilega og úrverður góð stemming. Eins og ég sagði í upphafi líka þá gegnir húsið alltaf áfram hlutverki sínu sem félagsheimili og við höfum ekki heyrt annað heldur en það sé bara almenn ánægja með það fyrirkomulag þegar að menn hafa séð hvernig það virkar. Hér haldin góðugleði með tilheyrandi dansi og tjúti og jólaskemmtanir, spilakvöld og fundir og fleiri samkomur. Og auk þess húsið líka kjörstaður fyrir sveitina. Og líka gaman að segja frá því að við höfum verið þeirra ánægja aðnjótandi að fá Guðna forseta í mat og við höfum getað sýnt honum kjörklefann hérna baksviðs þar sem sveitungar okkar hafa væntanlega greitt honum fjölmörg atkvæði. Nú við myndum gjarna vilja sjá meiri starfsemi í húsinu því það hentugt fyrir ýmsa aðra viðburði eins og fundir, ráðstefnur, skólastarf og svo líka náttúrulega kjörið. Við erum með gott rými hérna til þess að setja upp sýningar af margvíslegum toga og ég held að vera kjörið til dæmis að vinna með aðilum sem að annast sýningarhald hér á Vesturlandi. Svona í lokin þá langar mig að segja að þetta kostnaðsamt og þetta mikil vinna en svakalega gefandi að sjá hús eins og Brúarás ganga í endurnýjun lífdaga og fyllast af fólki og gegna aftur því hlutverki sem að það byggt til þess að sinna. Það að vera samkomustaður fyrir heimamenn og gesti. Takk fyrir. Já, komið þið sæl. Ég heiti sem sagt Þórgnýr og forstöðumaður Akureyrarstofu og Akureyrarstofa menningar, markaðs, ferða og atvinnumála skrifstofa Akureyrarbæjar. Þannig að við mæðumst í mörgu og þá nú virkilega gaman að segja ykkur meira frá því sem við erum að sýsla við alla daga en það því miður ekki tími til þess. Ég komið til þess að segja ykkur aðeins frá menningarhúsinu Hofi, aðeins svona frá tilurð þess og rekstri og svona hvað það hefur þýtt í örstuttu máli. Það auðvitað sama þar, það frá mjög mörgu að segja. En ég verð að reyna að binda mál mitt einhvern veginn inn í tímarammann. Ég að hugsa að fá að deila þá bara með ykkur svolítið skjali. Ef ég finn það hér. Og ætli það sé ekki komið þá hér með upp á skjáinn. Já, ef ég bara svona byrja á, sjá, vil þetta ekki skipta fyrir mig. Jó, svona. Ef ég byrja bara á nokkrum ártölum, það segja hvernig byrja þetta allt saman að til varð menningarhús á Akureyri. Þá var það þannig og þannig kannski einhverjir hér sem eru nógu gamlir til að muna eftir því að þeir sátu saman, ætli ekki verið 4 ráðherrar minnst í sófa í ráðherrabústaðnum og tilkynntu það að það ætti að reisa menningarhús á 4 stöðum á landinu og svo vitum við svo sem hvernig það hefur gengið. En Akureyri var einn af þeim og Akureyringar eiginlega bara stukku strax á þennan vagn og vildi fara beint í samtal við ríkið hvernig ætti að standa að þessu. Þannig að sagan rekur sig alveg aftur til ársins 1999
Það líður svo svolítið tími þannig til að gerðu samningur byggingu menningarhús og samkvæmt því átti að fara 1 milljarður samtals í Vestmannaeyjar og Akureyri. Þetta breyttist nú reyndar aðeins eftir því sem að tími leið. Það endaði með að það voru 700 milljónir sem komu í húsið hér á Akureyri. Það var svo 2004 sem að var efnt til alþjóðlegrar hönnunarsamkeppni, stór glæsileg keppni og komu 33 skemmtilega tillögur og það var sem sagt tillaga Arcthings sem að vann í samstarfi við Arkitema í Kaupmannahöfn sem að var fyrir valinu og þar kom fram þessi hugmyndahúsi sem að við þekkjum í dag. Í hönnunarvinnunni og í forsendunum var alltaf gert ráð fyrir því að tónlistarskólinn myndi eignast þarna húsnæði leið og menningarhúsið yrði byggt. En í byrjun og upprunalegu tillögunni þá var sem sagt gert ráð fyrir því að tónlistarskólinn yrði í sérhúsi. En á hönnunarferlinum þá var því breytt og tónlistarskólinn var færður inn í húsið og það mjög mikið gæfuspor held ég bæði fyrir húsið og fyrir tónlistarskólann því að það ekki hægt að hugsa sér betra aðstæður fyrir tónlistarskóla heldur en að vera staðsettur í menningarhúsi við bestu fáanlegu aðstæður til flutnings eins og tónlistarskólinn okkar Svo færir skólinn húsinu líf allt árið sem alveg ómetanlegt. Fyrsta skóflustungan var tekin 15. júlí 2006. Það var áætlað í byrjun að húsið myndi taka kannski 2 ár í byggingu en svo kom þarna hrun segðu minni eftir og það var ekkert alveg ljóst hvernig það myndi enda með húsið ekki fyrir hvernig hörpu en það var sem betur fyrir ákveð að halda áfram en það var teygt á verkinu þannig að það var ekki vígt fyrir 2010 það 10 ára núna var 10 ára núna í ágúst. Nú, til hvers vorum við að þessu? Kannski stóra svarið aðstæða til tónlistarflutnings. Það var búið að stofna hérna symfóníuhljómsveit, hún var komin á koppinn en var eins og gengur slíkar hljómsveitir þegar þær ferðast landi til dæmis að þá eru þeir að spila í kirkjum, í íþróttahúsum við afar mismunandi hljómburð, stundum arfa slakan, rekast á við annað og svo framvegis. Ég var nú sjálfur að vinna fyrir þessa hljómsveit á sínum tíma og man eftir því hvernig þurfti að taka hana niður hvað eftir annað sömu helgina í Akureyrarkirkju til þess að það var hægt að koma tónleikunum við. Þannig að það var svona kannski megin ástæðan. Auðvitað marga fleiri. Við gerðum þessa skýrslu á leiðinni, köllum voru svo hófari köllum það orkuver við pollinn, sáum þetta sem svona okkar stóriðju, eins og var vinsælt að segja í þá daga. Og það var gerð fleiri en ein greining á þörfum, það bara spurt hvaða vandamál verið að leysa og þarna það auðvitað tónlistinn en margs konar annars konar uppákomur. En það var líka spurt hvaða möguleika verða til, hvað líklegt að það geti gerst í kjölfarið á því að svona hús verði reist. Í byrjun fengum við til liðs sama ráðgjafafyrirtæki og Harpa sem heitir Artec og amerískt. Það var spurt fjölda tónleika, fjölda gesta, fjölda seldra miða og svo framvegis, aðrir viðburðir, þarf æfingasal, hver stærð markaðarins og við fundum það að Amerikararnir voru ekki alveg að ná að tengja við pínulitla Ísland. Og þeir spurðu hvað verðið með stóra hljóm og vildu láta það stjórna stærðin á salnum sem var mjög skemmtileg pæling og kannski nauðsynleg. Spurt hvort einkaaðilar getur gefið húsið eða hluthafi. Þannig að það var ýmislegt svona sem kom úr amerísku veruleika sem passaði ekki alveg við þetta hjá okkur. Og stærsta útgáfa var með leikhúsi, orgeli og öllu, leikhússalur, tónlistarsalur upp á 850 manns og svo milli þessara 2 sala æfingasalur, alveg gríðarlega mikið hús og þetta kom strax í ljós að þetta var allt of dýrt hús og byggingakostnaður reyndist allt of mikill og við þurftum að sníða þetta allt niður, bæði húsi sem var til á endanum og hverfa algjörlega frá þessum stóru hugmyndum. Það var opið hús 9. desember 2007 og þá sögðum við voru að ímynda okkur hvað geti af hverju þetta hús geti orðið og við sáum strax að það yrði fyrirmyndir aðstæða fyrir fjölbreytilega viðburði á sviði tónlistar, leiklistar og danslistar. Tónlistarskólinn yrði þarna á Akureyrastofu, við vorum þarna tíma, möguleikar að taka á móti viðburðum alls staðar frá og svo segjum við hérna nú í desember var fjöldi tónleika í bænum haldinn við mismunandi aðstæður og oft miklu kosta til
og svo segir þarna Frostrósatónleikar, jólatónleikar, Friðrik Ómar og Guðrún Gunnars og stórtónleikar Sinfóníuljómsveitar Norðurlands og svo framvegis. Þetta yrði allt haldið við fyrirmyndaraðstæður í Hofi og það hefur allt saman gengið eftir. Þarna sjáum við bara myndir frá byggingatímanum og þetta var spennandi. Það var þetta leyti sem við vorum að halda þetta opna hús, að það var opið í fleiri en einum skilningi eins og sjáum á myndunum. En hverju hefur húsið breytt? Svo við förum alveg geysilega hratt yfir sögum. Þið vitið kannski að við enduðum með þennan 500 manns sal sem stærri salurinn okkar og þið sjáu hérna á myndinni hægra megin og svo annar salur með plássi fyrir 200 manns á flötugólfi. Það eru svona 2 megin salinir í húsinu. En hverju hefur þetta breytt? Ég held við getum sagt að þetta hafi styrkt í sessi hugmyndina að menningarlíf sé nauðsynlegur innviður í hverju samfélagi og við erum komin þangað. Það er engin lengur að efast það. Þetta hefur líka gert það verkum að við höfum fengið svona aðra miðju í viðburðahald á Íslandi og það er mjög mikilvægt fyrir menningarstarfið á landinu. Allir þekkja græna hattinn, þannig að hver skipti sem að góð íslensk hljómsveit fer á tónleikaferðalag þá er alltaf græni hatturinn nefndur leið og í sömu andrá og einhver góður staður í miðborg Reykjavíkur. Og þannig verður miðborg Reykjavíkur eða miðbær Akureyrar hluti af miðborg Reykjavíkur og það verður svona til hjámiðja og þetta er dýnamískt og skemmtilegt og þetta er gott. Húsið hefur auðvitað þýðingu fyrir Norðurland allt og drjúgan hluta Austurlands líka. Upptökusvæðið okkar er alveg 35–6.000 manns og skiptir þannig miklu máli ekki bara fyrir Akureyrar heldur landshlutann allan og Austurland. Og þetta ýtir undir atvinnustarf í listum. Margir þekkja það að við erum með menningarsamning við ríkið og megininntakið í honum er að byggja upp atvinnumennsku í listum og hugmyndin er auðvitað að menntað fólk í listum geti átt fleiri kosti heldur en bara að setja sig niður á höfuðborgarsvæðinu. Undirtextin í þessum samningi er kannski að Akureyri sé svona second city á Íslandi og þetta styður undir þá hugmynd og ég held að það sé mjög æskilegt fyrir íslenskt samfélag að gera ráð fyrir því að það séu fleiri en ein miðja í öflugu menningarstarfi. Nú að lokum að segja kannski að þetta stækki hugmyndina samfélag, bara að eiga svona hús. Bara nákvæmlega eins og háskóli gerir, eins og millilandaflug, daginn eftir að millilandaflug byrjar, þá líður þér pínulítið eins og þú búir í öðru samfélagi heldur en deginum á undan. Það er bara nýjir möguleikar sem hafa opnast. Við sjáum núna bara upp á síðkastið að þá hafa skapast eiginlega óvæntir atvinnumöguleikar þarna því að Sinfóníuljómsveit Norðurlands er að reka kvikmynda tónlistar hljómsveit sem tekur upp tónlist fyrir kvikmyndir og sjónvarp. Og þetta er með ólíkindum hvað þetta hefur vafið upp á sig og í gegnum COVID hefur þetta verið eini staðurinn þar sem hefur verið hægt að taka upp eða einn af mjög fáum stöðum í heiminu sem hægt hefur verið að taka upp. Og þannig erum við semst að flytja út tónlistakunnáttu og erum að fá erlendan gjaldeyri í staðinn. Já, en eins og ég segi, þetta stækkar hugmyndina samfélag og það er kannski svona lokapunkturinn að manni líður eins og maður búi í samfélagi með miklu meiri möguleika þegar að til staðar er öflugt menningarhús eða félagsheimili sem að breytir einfaldlega bara lífinu og möguleikum til þroska og lífs. Þannig að kannski það mikilvægasta. Ég ætlaði að segja ykkur aðeins frá peningamálum og rekstri en mér sýnist að ég hafi bara sennilega ekki tíma til þess. Þannig að ég er að hugsa að þakka fyrir. Kannski getum við bara farið betur yfir það í spjallinu núna á eftir. En þá þakka ég fyrir mig í bili.
Góði gestir, við erum bara að bíða eftir að síðasti þáttakandinn komi hérna inn á fundinn og við komum bara eftir nokkrar sekúndur. Ég heyri ykkur. Ég heyri Mörtu sko. Ég hérna. Já, Marta. Ég heyri ágætlega hátt í þér, Marta. En núna þig. Já, ég hér. Heyrist ekki vel, eða? Ok. Hún ætlaði að prófa að fara út og koma inn aftur. Já. Halló? Það tala? Já, einmitt, býtum við. Það eru örlitlir tæknilegir örðuleikar, en þetta er allt að koma hjá okkur. Bara takk fyrir að sýna okkur smá biðlund. Já. Akkurat. Get. Hvað segir núna? Jæja, þá erum við komin hérna á málstofana hérna í kjölfarið af ráðstefnunni. Við biðjumst velvirðingar á þessari seinkun þessu tækniörðuleikum sem eru hérna búin að vera, en falli farar heill, er það ekki alltaf sagt. En hérna hann Eggert Kjartansson sem er oddviti Eyja og Miklaholtshrepps, hann því miður boðaði forföll en við sendum honum bara kærkveðjur.
og hérna erum við með Þórgnýr Dýrfjörð sem forstöðumaður Akureyrar-stofu og Mörtu Eiríksdóttir frá Brúarási. En Marta, hún hérna hjá okkur og ég bið ykkur bara bæði velkomin. Og ég ætla að byrja því að bara þakka ykkur fyrir hérna þessi góðu innlegg sem eru komin. En það sem að kannski svona ágætis byrjunarpunktur að við kannski byrjum að ræða, Þórgnýr, þú hérna nefndir í þínu og það sé mikilvægt að skapa menningarmiðju fyrir utan höfuðborgarsvæðið og það hefði svona dálítið tekist með byggingu Hofs. Og þá svona spyr ég ykkur bæði, finnst ykkur þetta vera, það sé þörf á fleiri menningarmiðjum á landinu? Og ég að byrja? Já. Já, svo sem eins og kom fram í mínu innleggi og að þá finnst mér það og kannski ég held að sé líka mjög mikilvægt að sé svona einhver kjarni í hverjum landshluta, þeir geta verið fleiri en einn, vegna þess að það svo nærandi sem sagt bæði fyrir þá minni félagsheimili því við erum að tala þau núna eða bara hvaða menningarstarfsemi sem að vera í námunda við einhverja svona miðju. Þannig jafnvel það sem í dreifðari byggðum sé ekki langt frá ef að segja næstu miðju. Þannig að við tökum svona þessa hjámiðjukenningu mína sem að, eins og allir vita sem hafa sett einhverja hjámiðju á öxul, að þá kemur sláttur á hann ef sett hérna, ef það á hann í hjámiðja og það mjög mikil kraftur í slættinum. Þannig að ég held að allt svona að sú hugsun, allt sem í umhverfi okkar, nær og fjær, en styrkir í raun og veru á sama tíma það sem við erum að gera. Ég vona að það skiljist það sem ég að segja. Í okkar tilfelli líður okkur eins og að menningarmyndin af Íslandi hafi stækkað og ég alveg jafn mikið að tala af því að menningarhúsið Hof stórt og dýrt. Ég alveg jafn mikið að tala stað eins og Græna hattinn sem pínulítill tónleikastaður en einhvern veginn komin á kortið og einhvern veginn bara breytir menningarmyndinni. Ég var aðeins verið að spá því að bara að síðasta sumar ef við hugsum að þessum ferðamálin. Ég hugsa fyrir mjög marga Íslendinga hafi myndin af Íslandi sem stað til að búa og stað til að njóta hafi breyst í sumar. Og það vegna þess að það ekki bara ein miðja, það ekki allt, við fengum bara nýja mynd af því, af lífi og fjöri allt land, af mörgum miðjum, ef ég prófa að gera einhvern svona samanburð þar á milli. Já, einmitt. Það mikið til því. En Marta, svo ég spyr að því að þú ert nú hérna fyrir félagsheimili, þá spyr ég svona hérna, þá tækifæri fyrir ykkur til dæmis í tónleikahaldi og þannig menningarstarfi í félagsheimilunum? Já, og eins og ég sagði í erindi mínu þá höfum við lagt heilmikið upp úr tónleikahaldinu og en eins og Þórgnýr nefnir að þá skiptir ofsalega miklu máli að vera nálægt miðju þannig að þú náir til fjöldans og Borgarnes náttúrulega ákveðin miðja fyrir okkur en Vesturlandi öðru leyti það mesti þéttbýlisstaður á Vesturlandi en eins og ég sagði líka áðan að þá í auknum mæli erum við að fá bara gesti sem að koma gagngert af höfuðborgarsvæðinu og úr Mosfellsbæ og sumarbústaðunum í kring og það bara algjörlega nauðsynlegt að við náum því vegna þess að ef við værum bara að byggja á heimafólki að þá næðum við ekki rekstrargrundvöll í þessu þannig að miðjan eins og Þórgnýr réttilega leggur mikla áherslu á skiptir ofsalega miklu máli af því að hún dreifðari hvar við erum staðsett heldur en á Norðurlöndunum, Akureyri, Húsavík og þar í kring þannig að það svona meiri mannfjöldi þar. Þannig að í rauninni þá kannski tækifæri fyrir okkur hérna á Vesturlandi í fólkinni því hvað við erum rauninni nálægt stóru markaði þá það á höfuðborgarsvæðinu. Ég myndi segja það og ég held við eigum að keyra svolítið meira á það og ég held varðandi þetta COVID-ástand þó svo við í Brúarási höfum reyndar haft lokað fyrir utan tónleika að þá held ég við eigum að geta keyrt svolítið á það fyrir fólk að njóta dvalar meira á landinu og við höfum til dæmis verið að fá bara gesti sem koma gagngert úr höfuðborgarsvæðinu á tónleika, kaupa sér gistingu og gera bara ferð úr þessu. Já. Og það náttúrulega bara mjög ánægilegt að fólk að gera ferð úr þessu til þess að fara í annan landshluta eða svona ígildi þess að fara til útlanda skiljiði. Þannig að þetta algjörlega breytast og alveg hárrétt að við ættum vonandi að geta gert það.
sama gildir Reykholtshátíð og svoleiðis. Ég segi það sko kannski svo þetta þá kannski líka ákveðin svona þetta leiðandar COVID-ástand hefur kannski kennt okkur það okkur Íslendingum, menningar neytendanum, að það rauninni hægt að ferðast landið og upplifa fyrsta flokks menningu eins og til dæmis bara eins og þið að nefna, tónleikar Brúarási eða menningardagskrá í Hofi. Algjörlega og eins og ég sagði þarna áðan líka þá eru bara margir sem að koma hverju einstu tónleika hjá okkur og af því að þeim finnst nálægðin svo þægileg og skemmtileg af því að þetta við erum með 120-150 manns max og nálægðin á þessum tónleikum er svo skemmtileg og ég held að við séð líka svona svipað andrúmsloft á þessum tónleikum sem að menn hafa verið að streyma úr félagsheimilunum landið, segja RÚV hringferðin sem að þeir hafa verið og ég held vegtum að nýta svona tækifæri meira að vinna þetta í tengslum við fjölmiðla á landsvísu og þetta var bara mjög gaman að sjá allar þessar uppkomu frá hinum ýmsu stöðum á landinu þar sem var áhersla lögð á landshlutan. Já. Og ég held að megi útfæra þetta líka í staðra menningarstarfsemi. Já. Það einmitt og þá kannski svona daldið í framhald af þessu þá það þessi menningarlega atvinnuuppbygging eins og Þorgrín nefndi að þá kemur það sama skapi að það verður meiri grundvöllur fyrir starfandi fólk í menningarlífinu að þá eitthvað sem þá náttúrulega komið vinnustaðinn svona nær sér, þú veist eins og tónlistafólk, sviðslistafólk og það náttúrulega sannað sig til dæmis á Hofi. En svo við nefnum aftur Hof, þá fór þar inn önnur víðari starfsemi, til dæmis eins og tónlistarskólinn. Hefur það verið að hjálpa styðja við rekstur Hofs á einhverju leyti? Já, það kannski stóra máli að það skapar líf allt árið og það var nefnt þarna áðan sem verða örlög, hvað á að gera ef afa sagði þú, Sigursteinn, það verða örlög húsanna að starfi hverfi úr þeim, sjaldnar sem þau eru notuð, ljósin eru slökkt eins og við segjum stundum og við getum auðvitað ekki verið með stóra tónleika hverja einustu helgi, líf og fjör hverja einustu helgi allt árið, alla daga ársins. Og það að hafa starfsemi eins og tónlistarskólan í húsinu og það reyndar upplýsingamiðstöð ferðamanna líka og veitingastaður skiptir svo miklu máli upp á þetta. Það aldrei slökkt. Það engin dagur sem ekki líf í húsinu, nánast. Og það skiptir mjög miklu máli upp á það og þetta nokkur svona sterk félagsheimila hugsun, myndi ég segja. Og ég sagði svolítið mikið frá ameríska módelinu sem Arteka komið með og fólki kom með sem þetta stóra hús með sérsal fyrir leiklist, sérsal fyrir tónlist og sér æfingasal. Við hörfum frá því og fórum svona meira yfir í svona norræna módelið og þar mjög algengt einmitt að það sé skóli í nágrennu og eins og við sjáum bæði í Borgarnesi og Akranesi að það það bókasafn þess vegna í sömu byggingu eða í sama kombói og þetta mjög farsælt held ég af því að bara slökkt ljós eru bara svo fráhrindandi fyrir starfsemina. Þannig að já, þó það var ekki nema út af þessu, þetta svona gróðin fyrir húsið, fyrir skólan það að þú sem nemandi getur mætt frægum fiðluleikurum og tónlistarmönnum á leiðin í skólan sem á leiðin á æfingu í Hofi. Það þetta, já, þetta alveg óbærslega dýnamískt og skemmtilegt. Já, það það og þetta og ég svona dálítið finnst athyglisvert að skuli nefna þetta sé svona þessi félagsheimila hugsun með menningarhúsin og ef ég man rétt þá var það fyrsti framkvæmdastjóri Hörpu, hann held ég hafi notað þetta slagorð að Harpa væri félagsheimili þjóðarinnar sem svona kannski dálítið það sem við erum að hugsa en það athyglisvert að hann Eggert frá Breiðabliki, hann nefndi það sem hann var stoltastur af í því verkefni var það hversu mikið húsið notað og hann nefni þá að virðing húsins sé lyft upp á nýjar hæðir
og það eru þarna rými í Breiðabliki sem að voru bara notaðir sem geymstur fyrir sem núna eru komnar í sko bara í fullan rekstur eins og til dæmis með bara útleið og skrifstofun til dæmis sko þannig að þetta og það athyglisvert að sjá hvað verður mikið dýnamík til þarna úr. En Marta, nú voru þið hérna með svona hálfgerða hérna miðstöð fyrir Saga Geopark í Brúarási. Var það eitthvað svona hugsunin þegar þið fóruð af stað með ykkar verkefni? Já, það var hugsunin og hérna í þessu Geopark var búið að svona eyrnamerkja nokkra staði sem áttu að vera móttökustaðir og þar með var Brúarás. Ég myndi vilja sjá þann þáttinn vera eldan töluvert mikið og við höfum nægt rými eins og ég segi til þess að vera með sýningar þó svo að það hef ekki verið sett almennilega upp ennþá. Ég held að í raun og veru varðandi Saga Geopark það þarf náttúrulega bara að efla þá starfsemi og þá hugsun miklu betur fyrir þetta svæði og styrkja hana betur. Við sjáum hvað þessi geoparkar sem hafa verið bæði á Snæfellsnesi og Katla Geopark að þetta hefur heilmikið að segja fyrir ímynd svæðisins og styrkir þá aðila sem að starfa innan svæðisins í allri markaðssetningu og fyrir utan þetta veitir möguleika á því að opna styrki. Þannig að ég held í raun að veru það sem að þarf að gerast miklu meira í þessu Saga Geopark það þarf að efla þá starfsemi og hérna finna henni miklu skýrari farveg. Já, þá þá bara tækifæri einmitt fólkinu því. Algjörlega, við höfum alla aðstöðu til þess að sýna þetta og til þess að byggja upp sýningar og til þess að byggja upp hérna móttöku stofu og allt slíkt. Þannig að öll aðstöða fyllilega fyrir hendi en það þarf náttúrulega að byggja konseptið betur upp held ég. Já, einmitt. En það náttúrulega þá bara verkefni þróun svona eins og menn segja. En þú nefnir einmitt sko hérna að í þínu erindi hérna að samspil starfseminnar í húsinu og góður arkitektúr og hönnun hafi átt þar mikið við. Heldur það eigi alls staðar við, bara í öllum félagsheimilum eins og hvernig í þeim stílum sem þau eru hönnuð í? Ég held að það sé bara lykilatriði í þessum félagsheimilum sem eru að þú verður að vinna svolítið út frá sérstöðunni. Sum þeirra hefur náttúrulega ekki mikið verið gert við og eru bara einn kassi með sviði með hérna rauðum flauelsgardínum með hérna giltum borða neðan og svoleiðis. Það er ákveðin svona retro stemming í þeim félagsheimilum líka og ég held að það gæti alveg hreint verið vettvangur til þess að vinna út frá þessari retro stemmingu. Þannig að ég held að menn verði alltaf hreint að líta á sérstöðu húsins fyrst og fremst og vinna út frá henni. Eins og ég sagði að við sérstaðan okkar þarna gullfallegt hús með ýmsa notkunarmöguleika og okkur tókst vegna þess að arkitektúrinn er svo góður og þá byggja þessa fallega eða endurgera þessa fallegu byggingu. En ég er ekkert viss um það að þetta henti fyrir öll hús vegna þess að húsin verða að vera flott, þú verður að gera þetta vel, þú verður að leggja mikinn pening og mikla vinnu í það að endurgera þetta þannig að þetta sé smart. Fólk ekkert að vilja koma í félagsheimilin ef þau hafi ekki verið endurgerð upp á almennilegan hátt. Einmitt, og þá komið aftur að því þetta með stoltið sko, að virðing hússins er lyft upp á annan stall sko. En ég vil minna bara á að það er hægt að senda inn spurningar inn á YouTube. Að taka eftir YouTube-rás fyrir þessa viðburðar og það er komin spurning sem kannski bara beinist til ykkar beggja og það er spurning hvort það þyrfti að stofna félagsheimilafélög svona í anda ungmennafélagana gömlu og eitthvað sem að gætu þá verið eitthvað svona samtök sem getur svona styrki. Hvernig líst ykkur að þessa hugmynd? Já, það er eitthvað svona sem maður þyrfti að hugsa um. Ég hugsa svona bakvarðasveit eða vildarvinir. Ég held að það geti það getur hjálpað mjög mikið til. Það eru fjölmörg tækifæri í þessari, svo fyrir nokkrum árum var mikið talað sko menningartengda ferðaþjónustu og kannski vissu ekkert alveg nákvæmlega hvað það var. Núna erum við komið með svona miklu ríkari skilning, bara fjölbreyttari hugmyndir. Núna erum við allt í einu farin að tengja saman menningu, ferðaþjónustu, náttúruvernd, samanber geoparkana og það getur gefið þessum húsum alveg
ný tækifæri sem við bara sáum ekkert fyrir bara 5 árum síðan. En ég held og við höfum svo fjöldamörg dæmi það að gömul hús, gamla menningarminjar og þess aftar hafa fengið líf vegna þess að það hópur fólk sem tekur sér saman af einhverju ástríðu til að byggja þau. Það rétt sem Marta segir að það þarf að passa upp á sjarmann og það allt saman. Það getur verið fyrsta skrefið að félag taki hús upp á arma sína, en síðan það spurning tilgang og notkun og það allt saman. Og það getur verið svolítið mismunandi hvaða farvegur farsælastur fyrir það. Það getur verið að það sé bara fólki í því að einstaklingur taki húsið upp á sína arma ennþá betra ef að félag hefur hjálpað til við að gera það klárt fyrir notkun. Við höfum svo fjölmörg mismunandi dæmi mismunandi rekstrarform, bara eins og kom fram áðan. Þetta getur verið einstaklingur, getur verið félög, getur verið sveitarfélögin og það engin held ég, það ekkert nauðsynlegt samband á milli þess hver tekur starfsemina að sér og hvort að hún farsæl eða ekki í raun. Út á Siglufirði höfum við dæmi listakonu, hún Aðalhjóra Eysteinsdóttir, sem búin að taka 2 félagsheimili að sér og gera upp og raun og veru koma í virkni, og það svona hreint einstaklingsframtak í samstarfi við opinbera aðila og sjóði, svo sem dæmi sé tekið. Ef ég á að kommentera aðeins á þetta, þá ég svo sem ekkert alltaf með hrifin af því að vera setja batteri utan batterið, heldur vil ég að þetta komi sem mest frá grasrótinu, og auðvitað ef ég líti á eins og Brúarás hjá okkur, þá húsið í eigu Borgarbyggðar og kvenfélagana, og ég myndi halda í raun og veru að þessir aðilar hefðu fulla burði til þess að nýta húsið betur með góðum hugmyndum og allavega hvað okkur varðar, og þá húsið til reiðu fyrir alla þá sem hafa áhuga á að gera skemmtilega hluti og nýta húsið til þess, og við erum til í alls konar hugmyndir sem eru út fyrir kassan og ganga út fyrir kassan. En ég ekkert viss um það að stofna, félagsheimili hópa utan félagsheimilin sé endilega rétta leiðin. Ég hef sterka trú á grasrótinni bara. Ég get alveg tekið undir þetta. Ég held að félag einstök verkefni væri farsælla. Já. En það einmitt þetta að ég hef svo mikla trú á hugmyndinni, ég persónulega Þannig að það rauninni bara það að koma henni á framfæri, og það náttúrulega grasrótin náttúrulega mjög mikilvæg þar. Og oftast það líka að sjá svona kannski annan vinkil á málinu sem getur verið mjög áhugaverður í umræðinni. En það önnur spurning sem svona beint í þín, Þórgnýr, og það það var mjög áhugavert að fá innlegg rekstur hofs, ef þú getur gert það, pakka því saman í mjög stuttan. Já, ég skal reyna. Það voru 2 glærur þarna sem ég sleppti og snerist mikið samning okkar við ríkið, en þetta þannig að það var kannski mátilegt brjálaði að klára þetta hús sem kostaði 3,67 milljarða á sínum tíma, þar vísum með kostnaðinu við tónlistarskólann, á meðan við vorum að gangi gegnum kreppuna. Það hefði reynda marga góða kosti, það skaffaði mjög mörgum iðnaðarmönnum og hönnuðum og tæknifólki vinnu meðan á því stóð, og það var teygt á framkvæmdatímanum eins og ég nefndi. En húsið alfarið í eigu Akureyrarbæjar og rekið af Akureyrarbæ, og þegar það tekið í notkun 2010 þá það ansi svona stór biti að kyngja fyrir rekstur bæjarsjóðs, og það var bara beinlínis þannig að það fundu allir sem eru háðir rekstri sveitarfélagsins að það þurfti að þrengja þið viti, 1/4 gat í beltinu hjá leikskólunum og skólunum og öllu til þess að rúma inn þennan þó nokkuð dýra rekstur sem að kosta okkur, húsalega núna sé ekki 270 milljónir ári, eitthvað þess aftar, fyrir utan svo að við styrkjum starfsemina í húsinu. Þannig að þetta ansi stór biti. Og við höfum átt í löngu og nokkuð farsælu samstarfi í ríkið menningarsamning, og eitt af verkefnum sem tiltekið þar, hann gengur allir út á atvinnustarfsemi í listum, og við erum svona dálítið hörð á því að við eigum að líta á menningarstarfsemi alvöru atvinnuuppbyggingu, og raunveruleg tækifæri til þess að skapa störf. Það gleymir stundum að þetta ekki hít, að leið og búið að borga fyrir aðstöðuna, að þá fer hver króna beint í notkun. Það að segja
kontrabassalekarinn sem verður borgað frá Sinfóníuhúsi Norðurlands, hann fer bara strax daginn eftir og fer að nota þá peninga. Þeir stoppa hvergi og virðisaukin okkar síðan tónlistin og öll þau ótrúlegu gæði sem verða til þarna milli. En við höfum verið að sækja á ríkið aukna þátttöku og við höfum gert svo djörfa að bera saman þær atvinnustofnanir sem við erum að reka hérna á Akureyri bara við þær stofnanir sem að ríkið að fjármagna á höfuðborgarsvæðinu og það alveg geysilegur munur á. Má ég hendur beinni í glæru, segir þeir? Já, endilega. Nei, ég get það ekki. Nei, ok. Sé ég. Það skiptir ekki öllu máli, en svona til samanburðar, ef við tökum bara saman framlög ríkisins til Sinfóníuorkestrar Íslands, Þjóðleikhúss, Listasafns og Hörpu, þá eru þau samtals núna á yfirstandandi ári rétt tæpir 4 milljarðar, takk ég eftir 4 milljarðar, en framlagið til samsvarandi verkefna á Akureyri eru rétt rúmlega 200 milljónir. Þannig að þetta alveg æpandi og við erum að reyna núna að búa til stemningu fyrir því að við einhvern veginn bara gefum upp á nýtt og þetta tengist þessari hugmynd að byggja upp aðra sterka miðju. Það þekkir mjög margir sem hafa búið erlendis og kynnt sér þessa hugmynd Second City, að það sé vísvitandi stefna að búa til annað einhvers konar borgarsamfélag. Það nú oft hlegið okkur Akureyringu fyrir að vilja tala okkur sem borg. En við viljum meina að það sé skynsamlegt af hinu opinbera að við í sameiningu byggjum upp aðra sterka miðju sem hefur borgar eiginleika. Og alveg hárrétt sem Marta segir að nýta nálægina við höfuðborgarsvæði af því að Vesturlandi liggur svo nærri. Það svo auðvelt og fólk vílar ekkert lengur fyrir sér að fara. Þess vegna svo mikilvægt að búa til annan segul sem hefur segulmagn annar staðar á landinu og fleiri stöðum á landinu. Þetta ekkert ný hugmynd en við erum svona að benda á möguleikann á styrkingu menningarstarfs sem leið að þessu markmiði. Það kostur að það ekki verið að bylta einhverju samkeppnisumhverfi í raun. Þetta ekki eins og sé verið að styðja við matvælaframleiðslu á einu stað en ekki öðrum og svo framvegis. Þannig að þetta ansi hentuleið. Já, og svo höfum við náttúrulega uppbyggingarsjóðina út allt land sem alveg geysilega mikilvæg orkustöð fyrir uppbyggingu og atvinnustarfsemi út allt land. Og snýr þá meira að grasrót og þessu starf. Þetta alveg frábært. En núna farið að síga á seinni hlutan hjá okkur í þessum alþingi, en mér langar samt til að spyrja alveg á lokum að verður eiginlega að gera það, maður getur ekki á þessum tímum annað en minnst á orðið hræðilega. En við ætlum að vera bjartsýn og horfa saman til framtíðar og ég ætla bara að spyrja svona ykkur bæði. Við byrjum á þér, Marta. Teljið þið að menningarhús og uppbygging félagsheimila geti leikið lykilhlutverki fyrir endurrit sem framundan er? Stórt spurning. Þetta stór spurning. Já, þetta stór spurning. Ég held í raun og veru, ég held að það geti verið svo framalega sem að því sé tryggður ákveðin fjárhagslegur stuðningur. Af því að það bara ákveðin takmarka eins og við sjáum sem að við getum gert af áhuga og grasrótin getur bakkað okkur upp og okkur laus, en á endanum snýst þetta náttúrulega alltaf úthald í rekstri. Og þessu hús til staðar og svoleiðis og ég held með ákveðinu stuðningi að þá geti það alveg verið mögulegt En það þarf að koma til einhver ákveðin stuðningur vegna þess að það bara eins og við höfum verið að reka þetta náttúrulega alfarið fyrir eigin reikning og það bara brjálæðisleg vinna og framlegð og í svona rekstri ekkert ofboðslega há. Þannig að en ég hef svo sem fulla trú á því ef að það með einhverjum stuðningi og þá skiptir ofsalega miklu máli þessi stuðningur sem að menn geta sótt í meðal annars í gegnum samtök sveitarfélaga á Vesturlandi eða samtök sveitarfélaganna og framkvæmdasjóð eins og Þórgnýr var að nefna. Þórgnýr, hvað finnst þér? Já, við svo sem vitum ekki hvar þetta endar og sem betur þegar núna eru leikhúsin að opnast og það opnast á tónleikahald og þess að það og vonandi verð það farsælt en ef við gefum okkur að á endanum
Já, herðu, þarna gerðist eitthvað. Ég ætla að förum hérna aftur inn á. Alltaf eitthvað sem getur gerst þegar það er bein útsending. Já, þetta er alltaf skemmtilegt. Já, en það er kannski spurning af því að þetta var nú komið að síðustu hérna, þetta var nú bara alveg hérna síðustu sekúndunum. Þannig að það er kannski, þetta er voðalega dónlegt að henda fólki svo út að fundi, sérstaklega þegar þetta er svona mikið og góðvöld verkefni. En ég held að við setjum hreinlega bara punktinn hér við þennan viðburð og en ég ætla þá að nota tækifærið og taka svona upp þráðinn hjá honum Þórni og minna á það að við hjá Samtökum sveitarfélaga á Vesturlandi og í rauninni hjá öllum landshlutasamtökunum erum til ráðgjafar hvað varðar uppbyggingu á svona verkefnum. Og ég kannski minnist á svona teku undir með það sem var rætt hérna að við viljum heyra í græsrótinni og hugmyndin og samtalið er alltaf til fyrst, er svona alltaf fyrsta skrefið. En ég vil þakka Eggerti Kjartanssyni fyrir sitt innlegg og eins Þórni Dýrfjörð frá Akureyrarstofu og Mörtu Eiríksdóttir frá Brúarási fyrir sín innlegg og mjög góðar og skemmtilegar umræður. Og ég vil líka þakka Muninn kvikmyndagerð fyrir tæknilega aðstoð í þessum viðburði og ég slít þá hér með þessari ráðstefnu félagsheimili og menningarhús á Vesturlandi, hvernig má nýta þau betur og þakka ykkur kærlega fyrir að hlýða. Verið sæl.